forsætisráðherra, félagar og samstarfsmenn, aðrir ráðherrar og góðir gestir. Yfirskrift okkar fundar að þessu sinni eru framfarir í 100 ár. Í tilefni þess að öld liði frá því að Ísland var frjálst og fullvalda ríki. Framfarirnar eru vissulega miklar og við sem höfum lifað drjúgan helming þessa tíma höfum getað fylgst með ótrúlegum breytingum á öllum sviðum. Fjölmargir núlifandi einstaklingar kynntust á eigin skinni harðri lífsbaráttu í allra stórstígum framförum á fyrri hluta tímabilsins. Á þessum 100 árum hefur þjóðin brotist úr sárri fátækt og hafnir og vegir á fyrri hluta þeirra verðskulda vart að kallast jafn virðulegu heiti og innviðir. Þegar ég var alast upp austur í Skaftafellssýslu voru sandarnir og jökulárnar austur í Öræfi að mestu óbrúaðar og ófærar. Allmargir sveitabæir höfðu enn heimaraðstöðvar og kolaeldavélar voru algengar til notkunar. Hestar gegndu mikilvægu hlutverki smalahestsins og vegir voru víða troðningar sem týndust leið og snjóa festi. Gamli einbreiði vegurinn Eldhraunið með öllum sínum blindhæðum minnti einna helst á rússíbanan í Tívolínu í Kaupmannahöfn. Í vindi þá mátti heyra söng símalínunar sem hékk á milli staura. Þessi söngur hefur þagnað og enginn saknar hans enda hafa þráðlaus samskipti og ljósleiðarar tekið við þeirra hlutverki. Svona mætti lengi telja upp smáatriði og framfarir undanfarinna áratuga. Framfarir á fullveldistímanum má einkum þakka þrennu. Landið og hafið hafa reynst gjöfult, beislun orkulindana hefur skapað mikla auðlegð og aukin þekking verið afl mikilla framfara. Það er svo sérstakt við þekkinguna að nýting hennar stuðlar að frekari vexti hennar. Þekkingin er auðlend sem stöðugt vex. Hún leiðir af sér öfluga nýsköpun og aukna samkeppnishæfni landsins. Rannsóknir og þekking á hafinu og auðlindu þess hefur leitt til sjálfbæra nýtinga fiskistofnana og sífellt meiri verðmæta, nýsköpunar og tækniþróunar. Nýjar afurðir sem bæta heilsu og nýtast til lækninga hafa orðið til. Það er sama hvort litið til framleiðslu, þjónustu eða viðskipta, allstaðar eru framfarirnar byltingarkenndar og allar byggja þær á menntun, þekkingu og reynslu fólksins sem þar starfar. Nýting orkulinda landsins hefur aukist jafnt og þétt og skila ómældum ábata fyrir samfélagið allt, hvort sem litið til efnahags eða umhverfis. Á þessu svið eru Íslendingar í fararbroddi, hingað leitað eftir þekkingu á orkunýtingu, sjávarútvegi, landgræðslu og reyndar svo miklu fleiri sviðum. Allt þetta hefur skapað þjóðfélag með einhverja mestu velmegun sem þekkist. Við lifum lengur en flestar þjóðir og búum við öfundsverðar aðstæður. En samt er það svo að hluti umræðunar í þjóðfélaginu fer fram með neikvæðum formerkjum eins og hér sé allt í kalda koli. Sífellt leit fjölmiðla og samfélagsmiðla að krassandi fyrirsögnum og upprópunum skapa bjagaða mynd af veruleikanum. Þetta er áhyggjuefni þó ekki sé það nú sér íslenskt vandamál. Lengi var staðsetningu landsins gjarnan lýst þannig að hún væri eyja út í ballarhafi og mörkum hins byggilega heims. Á síðustu árum hefur þetta breyst og nú er svo komið að lega landsins getur orðið helsti styrkur í framfarasókn næstu áratuga. Breytingar í flugsamgöngum og skipaflutningum, áhugi á auðlindanýtingu á norðurslóðum, sífellt meiri sókn eftir endurnýjanlegum orkulindum ásamt ásókn í hreint loft og vatn og fagra náttúru valda því Íslendingar geta horft björtum augum fram á veg. Það eru ávallt einstaklingar sem sækja fram og nýta þau tækifæri sem bjóðast. Konur og karlar stofna til rekstrar og leggja þannig þekkingu sína, reynslu og eigin fjármuni til að skapa sér og sínum atvinnu við hæfi. Þau leggja mikið á sig til allt gangi vel og takist það, þá efnastu stundum vel og sjá að árangurinn var erfiðisins virði. Það er þó ekki alltaf efnislegi ávinningurinn sem veitir mesta gleði. Ánægjan felst ekki síst í að skapa eitthvað nýtt, byggja upp rekstur,
veita þjónustu eða þróa nýja vöru og skapa störf. Þessu fólki þarf að búa góð skilyrði og gæta þess að drekka því ekki skriffinnsku og ónauðsynlegum reglum. Undir þessu fólki, frumkvöðlunum, velsæld þjóðarinnar komin. Undanfarin ár hefur kaupmáttur launa vaxið hér meira en áður hefur gerst á jafnskömmum tíma. Í kjarasamningum undanfarin áratug hafa lægstu laun hækkað mun meira en þau sem hærri eru. Samt blasir við megn óánægja þeirra sem lægst hafa launin og ekki sýnt hvernig best að bregðast við. Ein ástæðan kann að vera sú að á sama tíma og launin skila meiri kaupmætti en áður hefur kerfisbundið dregið úr vægi persónuafsláttar, barnabóta og vaxtabóta, auk þess sem ýmsar gjaldskrár fyrir opinbera þjónustu hafa hækkað mikið. Afleiðingin sú að ráðstöfunartekjur þeirra lægst launuðu hafi ekki aukist eins og stefnt var að með kjarasamningum. Við þessu verður að bregðast. Vandanum verður augljóslega ekki mætt í kjarasamningum. Því verða stjórnvöld að efna þegar í stað til viðræðna breytingar á tekjuskatts- og bótakerfum þannig að hugsanlegar úrbætur liggi fyrir áður en kjaraviðræður hefjast á haustmánuðum. Úrskurðir kjararáðs laun æðstu embættismanna og kjörinna fulltrúa hafa valdið megnri óánægju og usla í þjóðfélaginu. Ánægjulegt að náðst hefur samstaða að leggja kjararáð niður og í staðinn taki laun þessara hópa framvegis breytingum í samræmi við þróun meðallauna ríkisstarfsmanna. Það, ásamt tímabundinni frystingu launa framangreindra hópa, getur leiðrétt það misvægi sem leiddi af ákvörðunum kjararáðs. Það nú í höndum löggjafans að lögfesta þessar tillögur. En við í atvinnulífinu þurfum einnig að horfa í eigin barm. Samtök atvinnulífsins telja mikilvægt að fyrirtæki taki alvarlega ábyrgð sína gagnvart lögum og reglum og það starfi í góðri sátt við umhverfi sitt og samfélag. Einn hluti að fyrirtæki búi vel og rétta starfsfólki sínu, annað ólíðandi. Annar hluti að launakjör æðstu stjórnenda séu hófleg innan skynsamlegra marka og ofbjóði ekki réttlætiskennd almennings. Þó stjórnendurnir séu mikilvægir þá byggist góður árangur í rekstri, ekki síst á vinnu fjölda fólks sem sinnir störfum sínum af alúð og trúmennsku, almennu rekstrarumhverfi og ýmsum ytri skilyrðum. Sérstaklega mikilvægt að fyrirtæki sem eru skráð á almennan hlutabréfamarkað móti starfskjarastefnu fyrir stjórnendur sína og setji launum og aukagreiðslum skynsamleg mörk sem samræmast íslensku veruleika. Við vitum öll að umræða mjög há laun stjórnenda hefur áhrif. Stundum hefur tilhneigingi verið sú að bíða þess að umræðan hjaðni og líta þá svo á að þar með sé málinu lokið. Það hins vegar ekki svo. Á tímum nútíma fjölmiðlunar og samfélagsmiðla gleymist ekkert. Umræðan hefur neikvæð áhrif, ekki einungis á viðkomandi fyrirtæki, heldur atvinnulífið í heild. Þess má geta á Norðurlöndunum það ekki liðið að forstjórar og æðstu stjórnendur hækki umfram almenna launaþróun. Góðir fundarmenn, forystumenn í nokkrum verkalýðsfélögum blása nú í herlúra og vera að stefna verkföllum þegar kjarasamningar renna út í byrjun næsta árs. Gamla símalínan, hún syngur á ný. Því verður vart trúað að ætlunum sé að fórna miklum árangri undanfarin ára, sérstakri hækkun lægstu launa og almennri kaupmáttaraukningu með átökum sem get ekki leitt til annars en veikingar gengis krónunnar, verðbólgu, hærri vaxta og leið lakari lífskjara fyrir alla. Þessa lexíu ætti allir hafa lært af sögu undanfarinna áratuga. Við verðum ekki aftur jafn heppin og eftir síðustu kjarasamninga. Vörugjöld og tollar verði ekki afnumin aftur af innfluttum vörum. Tekjur af erlendum ferðamönnum mun ekki vaxa jafn hratt og síðustu 4 ár og gengi krónunnar mun ekki halda áfram að styrkjast eins og áður svo eitthvað sé nefnt. Það komin tími til að við lærum af reynslunni og beitum betri vinnubrögðum. Óraunsæjar stjórnmálahugmyndir og skilningsleysi á samhengi bættra kjara launþega og velgengni atvinnulífsins má ekki grafa sig á nýjan leik. Og hvernig skyldi nú framtíðar okkar haga sér þegar kjarasamningum kemur? Ég get ekki látið hjá líða sem verkfræðingur að fara aðeins yfir tölur hvað það varðar. Í Svíþjóð hafa launahækkanir kjarasamninga að jafnaði verið 2,5% hækkun á ári undanfarin ár.
Á síðasta ári voru gerðir kjarasamningar til 3 ára sem fólu í sér samtals 6,5% hækkun launakostnaðar og lægstu launum tryggð 2% hækkun á ári út samningstímann. Í Danmörku voru einnig gerðir kjarasamningar á síðasta ári til 3 ára sem fólu í sér hækkun lágmarkslauna 5.000 íslenskar krónur á mánuði á hverju ári samningstímans. Undanfarin 5 ár hafa laun þar hækkað 1,5 til 2% á ári og kaupmáttur aukist að jafnaði 0,5% á ári. Til samanburðar þá hækka íslensk lágmarkslaun 20.000 krónur þann 1. maí næstkomandi eða 7% og hafa þau hækkað af álíka tölu undanfarin ár árlega. Lágmarkslaunin hafa hækkað 40% á samningstímanum og kaupmáttur lágmarkslauna hefur hækkað þriðjung þegar meðaltalin hækkun þeirra næstu mánaðamótin. Í Noregi náði samkomulag fyrir skemmstu sem felur í sér 2,8% hækkun launakostnaðar á árinu. Launahækkanir þar hafa verið 2,5% á ári síðustu 3 ár en kaupmáttur launa hefur minnkað nokkuð vegna veikingar norsku krónunnar. Fram kom að norsku samtök atvinnulífsins gætu ekki gert kjarasamninga með svo auknum kostnaði hann að skaðaði samkeppnishæfni norskra fyrirtækja og að verkalýðshreyfingin hefði skilning á því. Þessi lönd eru öll samkeppnisaðilar okkar Íslendinga á erlendum mörkuðum. Samtök atvinnulífsins þau verða 20 ára á næsta ári. Við þau tímamót við hæfi að líta vinna við. Huga þarf að skipulagi samtakanna og hvernig best megi skapa fyrirtækjunum í landinu samkeppnishæf og góð rekstrarskilyrði. Samtökin munu halda fast við fyrri ákvörðun að ná fram breytingum á ferlinu við gerð kjarasamninga og byggja á vinnu sem samkomulag varð árið 2015. Þeir kjarasamningar voru dýru verði keyptir og hafa reynst mörgum fyrirtækjum þungir í skauti. Við verðum að byggja á svipuðum aðferðum og reynst hafa vel á Norðurlöndum í áratugi. Þar ræður samkeppnisstaða útflutningsgreinanna og framleiðni aukning fyrirtækjanna því hversu miklar launahækkanir samið á hverjum tíma. Það hefur þýtt að kaupmáttur hefur aukist jafnt og þétt ár frá ári í smáum skrefum þrátt fyrir mun minni árlega launahækkanir en hér þekkjast. Hagvöxturinn hér á landi hefur verið góður lengri hríð en oftast áður og því runnin upp rétti tíminn til að snúa endanlega að braut endurtekinna kollsteypa og verðbólguskota. Þess í stað eigum við og verkalýðshreyfingin að taka höndum saman að festa í sessi lága verðbólgu og stigvaxandi kaupmátt með betri afkomu fólks og fyrirtækja. Að leiðarljósi. Þessa leið vilja samtök atvinnulífsins fara og mun ekki ljá máls á neinu öðru. Við treystum því að samningsaðilar okkar á vinnumarkaði og stjórnvöld sé okkur sammála í þessu. Hafið þökk fyrir gott hljóð.